Aðalmunurinn held ég sé sá að krakkarnir fá svolítið að segja til það hvað þau eru að fara að gera og þar af leiðandi meiri gleði og eftirvænting eftir verkefnunum. Þau bíða spennt eftir að fá að gera það sem þau völdu að gera í raun og veru. Þau fá svolítið sköpun út úr þessu líka. Já. Að geta tjáð sig öðruvísi en bara með orðum, til dæmis í lýðræðisleikjunum. Já. Og geta komið fram fyrir sinni skoðun á jákvæðan hátt. Ég held að þetta væri ekki hægt og þetta bara gekk eins og í draumi og var bara rosalega mikið gleði og ánægja og þetta oft spurningi bara þú að taka skrefið. Þetta bæði líkt og ólíkt. Já. Sérstaklega þetta með svona stóran hóp, þá einfaldara eiginlega fyrir foringjana að vera að skipta niður. Af því að ef þú ert með alla í einu þá rosalega erfitt að vita nákvæmlega hvað allir að gera og fylgjast með og skipuleggja hverju viku fyrir allan hópinn, ef þetta 30 krakkar eða eitthvað. Þannig að upp á það finnst mér það einfaldara, en þetta náttúrulega svona aðeins að tekur náttúrulega tíma að komast inn í þetta. Ég sem sagt þær eru 30 eða 32 skráðar í sveitina og ég skipti þeim í, þær eru í 5 flokkum og eru sem bara að velja sér verkefni. Þannig að þú tókst svolítið tíma í að byggja flokkana og flokka svona... Já, sko fyrst þegar ég byrjaði það tók örugglega... Mér fannst mikil munur á fyrsta árinu og öðru árinu og eiginlega líka bara fyrir áramót og eftir áramót. Eftir áramót var miklu einfaldara, þá voru þær svona könnustar við hugtökin. Að hafa flokksþing og og munir með flokksfundi og sveitarfundi. Var alveg ljós og svoleiðis. Og þeim gengur ágætlega að finna út úr þessu og ef þær eru ósammála þá auðveldast þetta að hvort að kjósa. Kannski á haustin maður alltaf svolítið hissa á nýju krakkarnir sem koma. Eða því að maður er svona, að því nú ég þetta þriðja árið mitt og þá ég svona, þá stelpunnar sem núna á seinna árinu og þriðja árinu varna vanar, en þá þarf maður að setja sér yngri inn í þetta. En þær eru mjög fljótar að læra þetta, sérstaklega þegar læra á hinu. Þetta má alls ekki vera lengra en svona kortið 20 mínútur. Af því þá bara úthaldið bara búið. Og það alveg gerlegt fyrir þær að skipuleggja 3 eða 4 fundi á kortir eða 20 mínútur. Þau bæði fá að ráða sjálf hvað þau gera. Þau eru mikið áhugasamar. Og lætin í húsinu helmingur. Að vera með 25 börn á sama svæðinu. Öll í einhverjum draugaleg. Eða rýmingaræfingu eða bara skapar ótrúlega háa. Ég held að þau fá bara að njóta sér mikið betur. Ef það er 7 strákar með læti í rýmingaræfingu, það þola það allir. En ef það voru 25, þá var það óbærilegt. Svo það þannig á sveitafundum, þá erum við með einhvers konar kveikju á verkefninu. Gerum við eitthvað skemmtilegt tengt næsta þema. Og eftir það, eftir að við tekum svona, við fyrir kannski hálftíma leiki, klukkutíma þar sem við tökum í þetta verkefni, svo fáum við svona hálftíma í að velja næstu 3 fundi. Við gefum svona 10 mínútur þar sem þau gerir sinn hugmyndalista og sem mun náttúrulega bara velja strax. Og aðrir kannski ef þau hafa ekki hugmyndir, þá förum við inn við þennan hugmyndalista sem við byggum til í haust og gefum þeim kannski 10-15 hugmyndir og jafnframt fyrir foringi með þeim inn og klárar valið með þeim. En kannski það líka mæta vel að því að þau vita hvað þau völdu, vita í hvaða röð fundirnir þeir eru. Þau ákveða það sjálf í hvaða röð. Við erum með sveita foringja, bæði miðdögum og fimmtudögum. Svo ég svona þeim til aðstæðar og það ég sem að hringja í lögguna og senda tölvupósta og eitthvað svona. Sem samskipti við foreldra? Nei, þau eru sjá það, sveitaforingjarnir. Ég bara svona hjálpa í þessu skipulagi. Það svona mitt hlutverk. Og líka eins ef það eitthvað svona agavandamál. Þá erum við Guðrún starfsmaður. Þá erum við sem tökum krakkanum og svona spjallum við þau og erum að spæja af hverju þau eru í skátunum. Hvað vekur áhuga þeirra og svona hvetjum þau til. Tengja við skátalögin og svona? Já, og hvetjum þau bara til betri hegðunar. Og það bara skiptir miklu máli að hafa eitthvað sem getur hoppað í. Svona fullorðinn sem er tilbúin að hoppa í þau hluti.